Jæja, þá erum við komið hérna aftur og nú ætlum við að pröfa að gefa hólfi nafn. Sem sagt, við ætlum að taka þessa hérna tölu, sem þýðir hérna samtals, og við ætlum að láta hólfið sem samtalstalan hérna úr F-dálkinum, við ætlum að láta hana heita samtals. Í staði fyrir eins og hún í dag, ef við smelli hérna á, þá sjáum þið, hún heitir F14. Við ætlum að láta hana heita samtals. Og þess skýrir sig bara á eftir út af hverju þetta er. Þetta er sem sagt önnur aðferð við að gera þetta hérna. Þetta hér eins og við notum fasta tilvísun. Eða að við getum notað aðferðina við að festa hólf. Gefa hólfi nafn, fyrirgefið, já, og festa hólf. Þetta er rauninni að festa hólfi. Ég gleymdi í hinu myndbandinu, þá gleymdi ég að leggja saman prósentutöluna sem átti að koma hérna niður. Ég ætla að gera það bara nú snöggvast svo ég sjáið. Hér nota ég bara summunhnappinn aftur og þá fæ ég 1. Og það er af því eins og áður, þá var þessi hérna tugabrót. Þannig ég þarf að breyta henni í prósentutölu, alveg svo hitt, sem er hérna fyrir ofan. Og ég fór lönguleiðina með því að nota hérna format cells, með því að hægri smella og nota format cells. En það er auðvitað hægt að fara hér líka og nota prósentumerki sem er hérna upp á, hérna, í listanum hér. Þannig ég smella það og þá sjáu þið, ég fæ 100% hér út úr þessar hérna tölu. Ef hér kæmi 110% eða 120, 107 eða eitthvað, þá er eitthvað vitlaust hérna inni. Vegna að þetta getur aldrei orðið meira en 100%. Ok, látum það duga og nú skulum við fara hérna yfir í hvernig við ætlum að gefa þessu blessaða hólfi nafn og til hvers. Nú vel ég ætti að byrja því að setja þetta í blokk. Nú er þetta komið í blokk, þessi 2 hérna. Og ástæðan fyrir ég setja þetta 20 í blokk er að ég þarf að nota þetta yfir í þetta. Ok, við förum inn í formulas sem er hér uppi, sjáu þið, hérna. Og við gerum create from selection. Ég ætla að gera þetta frá einhverju hérna. Smelli á það. Og það sem hún segir þá, hvaðan ætla ég að gera, ég ætla að taka úr vinstri frá left column, sem er þessi hér, hann er til vinstri. Ef ég ætla að taka þennan hérna fyrir aftan, að þá hefði ég væntanlega merkt það og þá myndi hún koma með það. Þannig ég geri OK. Og núna, ef ég smelli á F4 hérna, nei, F14 hérna, þá heitir hann ekki lengur F14, sjáu þið, hérna. Nú heitir hann samtals. Þessi hér heitir hins vegar F14 því það er ekki búið að skýra hann. Þessi hér heitir samtals. Og ég ætla að leggja saman þessar tölur hérna, byrjum á því og við förum aftur hérna í home-hnappinn og gerum summuna og þá stendur hérna að þetta hér er samtalan sem ég ætla að nota. Og eins, og þetta á að vera sama hérna, ég ætla áfram að deila hér með, ég ætla að deila í 150.000 og ætla að deila með þessar hérna tölur sem er hérna í samtalsdálkinu. Þannig ég fer eins og áður, ég geri þetta hér vel töluna sem ég ætla að deila með, set deilingamerkið og skelli mér hérna í samtals. Og þá sjáu þið hvað kemur hér í formúluna, þá stendur F2 deilt með samtals, af því það er það sem ég er að nota. Hún kemur ekki með töluna. Ok, ég ít á tab til að festa þetta inni. Og eins og áður þá breytir hún því í 0,06. Fljótlegast er náttúrulega bara að breyta því núna strax í prósentutölu. Því hún á að hafa þetta í prósentum. Þannig ég merki hana hérna í prósentun og þá er þetta 6%. Nú ætla ég að draga þetta niður. Ef ég hefði ekki merkt þetta hérna hólf sem samtals, sem ég er að breyta hérna núna. Nú er ég búin að segja henni það. Þetta þýðir bara sama eins og ég sé búin að vera að setja inn fasta tilvísun. Ég er búin að segja henni að ég vilji nota þetta samtals alltaf þegar ég dreg hérna niður. Þannig að nú á hún að gera það. Ef ég hefði ekki gert það, að þá fær hún eins og villan sem kom áðan, að þá fær hún hérna í F15, F16, að því það er það sem Excel venjulega á að gera. Þannig nú skulum við prófa bara hvað gerist þegar við drögum þetta hérna niður. Ok. Bara eins og smurt. Leggjum saman prósenturnar hérna og þá fæ ég eftir 20% en hún er greinilega rétt því hún er 1 sem verður þá 100%. Það sem þið eru búin að gera er sem sagt að þið eru búin að festa þetta hérna hólf
með því að gefa því nafn að þá eru búin að festa það. Þannig að hér fer ég í og geri hérna, það stendur hérna samtals, það stendur alltaf samtals, sjáu þið. Hún er alltaf að deila með sama hólfinu. Og þetta eru sem sagt bara 2 leiðir til að gera það sama, til að festa hérna ákveðna tölu, hvaða tala svo sem það er. Hér gæti verið eitthvað allt annað. Ég vona að þetta sé aðeins skýrar heldur en áður, en ef ekki, þá látið mig vita. Þetta er aftur og aftur hérna í þessum verkefnum hérna, þannig að þetta ætti nú að festa svolítið inn ef þið farið alveg rétta leið. Það er sem sagt að fara í formulas og það er create from selection og merkja það var, en það þarf að vera búin að merkja fyrst hvaða hérna dálka maður ætlar að telja saman. Sem sagt, nafnið úr öðrum dálkinum og í hvaða dálki þetta nafn á að lenda í hinum dálkinum. Ok, ég vona að þetta sé skýrt, eða ég hef ekki algjörlega ruglað ykkur núna.